Góða kvöldið Góða kvöldið. og verið velkomin á þennan yndislega laugardag þar sem við erum að sýna almenna keppnina í opnu deildinni þar sem við förum yfir í þriðja sætisleik Mysteries og Jötuns. Svo eftir klukkan 8 þá förum við yfir Kjötun og Kjötun og ég er ekki með að skrifa niður. Nei, ekki heldur, það ég bara gróf mig onni í hólið þannig. Já, eiginlega. Eiginlega. Herra, ég heiti Kít Ég heiti Króli. og við verðum með ykkur í kvöld. Við allavega hlökkum svakalega til. Þetta verður æsispennandi leikir og Æsispennandi. Mystery Jötun verður best of 5 og síðan úrslitaleikurinn best of 7. Já. Þannig að þetta verður langt kvöld og þar með skemmtilegt Mjög skemmtilegt. og við ætlum svo sannarlega að skemmta okkur saman. Algjörlega, þetta verður mjög spennandi. Já, og það verður gaman að sjá hérna Mystery og Jötun takast á. Ég veit að Mystery er hér inn í herbyggi, ég held að Jötun sé það líka á staðnum sem sagt. Ég veit allavega að Mystery er hérna. Já. Ég sá ekki til Jötunar Nei, en það er nú alveg líklegt að þeir kæmu hérna. já, Það er alveg svona skylda að maður mæti. Það er svona, kannski ekki skylda en það væri alveg miklu skemmtilegra. mikið skemmtilega. Miklu skemmtilegra. Skemmtilega að fá viðtöl og eitthvað. Akkurat. Og ef við tölum bara aðeins að þau ætla að byrja á Nepal. Já, Nepal, ég kynntist því nú aðeins seinast þegar ég kastaði og það var æsispennandi, Þór vs. Selir, Já. þar sem að Þór tókuð að minni mig. Jú, það hljómar rétt. Ah. Einfallega af því ég held ég horfði á 3 selleiki í röð og control-mappin fóru þeim ekki í hag. Þó að þeim gekk svo betur þegar á leið. En já, það er nefnilega Nepal og það verður gaman að sjá náttúrulega að við erum með 3 möpp hérna í Nepal og ég hugsa alltaf strax í Shrine. Ég veit Já. ekki af hverju. En það er þetta lokaða rými innan hús. Já, það er besta mínum að þetta sérstaklega líka ef einhver er eitthvað sem getur ítt niður Já. og bara dreipað á þannig. Já. Það er alltaf skemmtilegast að sjá þannig dráp. Það er nefnilega, það er mjög gaman að sjá búbið sko. Það er. Búbin eru skemmtileg. Lucio Boob Lucio búb. kemur allt í henni að vegnum og byrstir fyrir fram að þig og þú ert farin niður. Einfalt, myndi maður halda. Nei, kannski ekki alveg þegar maður er að spila sjálfur, en allavega gengur ekki upp í mér oftar. Það er einfalt í hugsun. Það Já. er svona framkvæmdin ekki eins létt. Nei, akkurat. Og við kannski bara fáum aðeins að frétta af því hver staðan er hjá liðsmönnum, eða leikmönnum. Ok. Já, Yes. endilega. Já, það er Kjötun Djáknar. Já. Mistum að Djáknum hann á það. Djáknum, já. En, já, Já. byrjum þar. Við erum sérst að taka neðri leikinn fyrst. Mystery Jötun. Mystery Jötun og það er verið að keppast þriðja sætið, þriðja og fjórða sætið en það vil kannski ekki vera að keppa fjórða sætið. Og svo eftir er Kjötun Djáknar. Og það er áhugavert, finnst mér, að þegar þau kepptu seinast Mystery Jötun, hvernig leikurinn fór. Mér minnir að Jötun hafi unnið. Ég bara, Já, á 3-1 Jötun. 3-1, já. Það verður gaman að sjá hvernig þetta fer núna, hvort að Mystery sem búið að læra af mistökum og fara yfir leikina nógu vel og Já. þá finna einhverja tækni til að þá taka kannski bara svípið á Jötun. Kannski, mögulega. Og hvort það hafi orðið einhverjar breytingar á liðsetup eða kompi hjá þeim. Þannig að þetta verður áhugavert. Og skemmtilegt að sjá. Skemmtileg viðuregn. Ég allavega hlakka mjög mikið til. Ég líka, mjög gaman. Sérstaklega eftir leikinn í gær. Það alveg peppaði mig upp og ég er bara tilbúin í þetta, í þessa veislu. Overwatch veislu. Það verður veisla. Það ert að endurtaka. Já, ok. Já, þá bara reynum við að tala eitthvað aðeins meira saman, ég og þú. Já, við Á meðan við bíðum eftir leikmönnum Mysteries að það gerast til. Ég veit allavega að Gullós er hérna á staðnum og Já, þekki hann mjög vel í kringum Rocket League. ok. Hann náttúrulega keppir þar líka Já. fyrir Víking Ólafsvík. Já. Þannig að Og
er mikið, ég veit ekki neitt um Rocket League nema að ég þoli ekki leikinn sjálf. En það geta margir verið sammála um það. Það er meira bara að ég bæði þoli ekki að keyra bíla í leikjum og ég þoli ekki fótbolta í leikjum. Þannig að það er svona... Það er sambland af öllu sem þú hatar. Já, akkurat. En Overwatch, það er frábært. Það er frábært, já. Ekkert sem þú hatar. Well. Fyrir utan þegar einhver pirrandi. Það er svona... Já, og leikinn sjálf. Fyrir ekki að, hver sagði þetta? Ekki ég. Já, við allavega getum hoppað núna inn í Nepal. Fáum að sjá hvaða þessum 3 möppum við förum inn í. Og þá hefst þessi viðureign. Það er ekki Shrine. Nei, ég náttúrulega man ekki hvað öll möppin heita. Mögulega rugla ég nöfnunum. Ég veit ekki. En ef ég fer hérna yfir það sem að vera jötun en stendur musteri, það er Wild Pants á Rhine, ADHD á Sombru, Stebbo á Reaper, Venusat á Baptiste og Nonni á Lucio. Já. Þá fer ég hérna yfir musteri, núna er þetta rétt. Já. Það er Orisa með Ralio, Gullos á Reapernum, Snella á Symmetru og Hreimir á Lucio og Magnus á Kiriko. Já, og mér sýnist jötun allavega ekki alveg vera öruggir hérna á rænum gegn þessari Orisu. Og þeir bakka bara og gefa punktinn til Mysteries. Vel spila hjá Mystery að fá pointið mjög snemma og geta því bara spilað vörn. Sjáum hins vegar hérna Lucio vera að hoppa hana fyrir framar en ná einhverju smá damage. Já. Sombran er komin í bakið hérna á Mystery, er að taka Kiriko, tekur Kiriko, Magnús fellur. ADHD tekur Magnús mitt. Já, og Snellu. Nær 2, hins vegar náðu Snella Stebbo. Þetta er ágætlega jafnt fænt akkurat núna. Jó. Svo kemur Window hjá Baptiste. Gullós reynir að halda sér á pointinu, en að halda þess lengur. Hann endist hins vegar ekki lengi. Nei, og núna tekur jötun yfir pointin. 44% fyrir Mystery og 5% fyrir jötun. Vel barist hana hjá jötun fyrir pointið. Flott flank síðan hana hjá Sombra ADHD. Já. Næstu ég kom með ultið sitt líka. Já, Wild Pants er komið með Shatter. Snella er komið með ultið hjá sér. Sjáum við eins og Orisa og Sombra, hérna. Og það kemur vekkur út hjá Symmetru. Gerir lítið annað en færa jötun aðeins til hægri. Þeir eru ennþá á pointinu og Sombra hérna aftur í bakinu á Mystery. Já, og nær þarna Snellu og hendir í Gullos nær hins vegar Nonna og Venusat með ultinu sínu. Þannig að Mystery heldur ennþá pointinu eftir að hafa og Team Ace hjá Mystery. Akkurat, það er sorry, Team Kill, já. Team Kill, já. En Stebbo skipti yfir á Cassidy áðan. Já. Greinilega, við höfum þurft að stoppa leikinn í smá stund, þannig að við förum vonandi aftur á okkur. Einn liðsmaður jötun sýnist mér hafa disconnectað þarna. Ég sá það ekki nú vel. Stemmir, já. Já, þannig að við erum bara komin aftur inn í stúdíu og chillum. Þetta allavega akkurat núna lítur út fyrir að vera Mystery í hag. Já, algjörlega. Jötun þurfa að finna einhverja leið til að koma þessari Sombra úr bakinu á sér út af því hún var alveg rosalega mikið hana og náði miklu damage. Já, það var reyndar að í Reaperinn hjá Mystery Gullos, takk. Ég var bara ekki að þú sagði nafn hans áðan. Hann var alveg að standa í sínu, þú veist, hann náði alveg gegn þessari Sombru, þannig að þetta er alveg frekar jafnt. Sorry. Sjáum hérna prósentunar, Mystery með 65 og jötun með 39. Já, ég ætla bara að gíska að við sjáum þetta bara. Já, ok, cool. Það hefði verið dálítið fyndið. Já, ég hefði alveg dálítið elskað það ef að tæknin hefði bara fært yfir notes hérna á streami líka, en
þetta, ég dyrkt takkingi. Já, þú veist. Herri, ég má gera það sem ég vil, ég er með mikrofón. Þannig að svona er það bara. En já, þess að við stoppum leikinn á 65% í musteri í vil. Já. Það verður gaman að sjá restina af þessum leik hvort að Jötun ná að snúa þessu við. Já, þetta er náttúrulega, ég hef alveg sagt það áður, fyrsta mappið, bæði control mappið og fyrsta roundið í control er mjög mikið bara upphitun. Já. Og þetta er mjög mikið bara að finna fyrir hvað er í gangi hjá hinu liðinu, hvað er í gangi hjá okkur. Þannig að þú veist, það er svona akkurat núna. Það er að finna fyrir hvort það þurfa að breyta einhverju eða hvort það er eigi bara að halda sig við sitt. Akkurat. Og það er spurning hvort að það er verið að frétta eitthvað af liðsmanni Jötuns sem að datt út eða hvort við erum bara, já, og við bara býðum lengur. Og Það fáum minna upplýsingar að Stebbo þurfti að rístarta tölvunni vegna tæknilega örðuleika. já, alltaf skemmtilegt. Það er svona þegar maður spilar leiki sem er rosalega tæknilegir og bara við tölvur, það getur eitthvað feilað. Það getur eitthvað fylgað, það er rétt. Það þekkja það allir. Já, lagga út. Internetið fyrir út eða Já, bara rafmagnið. já, eða eins og hjá mér. Já, ok, herru, það er greinilega bara búið að lagast, þannig að við hendum okkur aftur inn í leikinn og höldum áfram þar sem við erum með 65% 5%. gegn 39. Já, 70% núna. Og við byrjum aftur. Stebbo ekki bara rístartaði tölunum sinni heldur skipti yfir á Farah. Já, Kannski var það bara Cassidy sem að lét tölunum krasja. það gæti alveg verið. Alveg verið. Þú er ekki að velja hann aftur. Nei, hann sýnist vera að virka freka vel því að hann nær fyrsta pikk í þessu fæti. Já, sjáum hérna oltið hjá Rísu gerir hins vegar ekki mikið. Galpans næði hins vegar Þetta Freyrum var og Kiriko. Reyndar ability, ekki ultimate. Já. En, já. Það leit út fyrir að vera oltið hennar. Ég er alveg sammála. Þetta var svona stoppar damage, smá eins og Sigma gerir. Já. En sjáum hins vegar Jötun ná að nappa pointinu á 98%. Já, mjög naumlega. Já, þeir verða þá bara að halda þessu. Þeir mega ekki missa neitt niður núna. Nei, ef þeir tapa einu fæti þá er mappið allavega farið til. Sjáum hérna oltið frá Kiriko og Núna oltið frá kemur ultimate. Rísu nær þarna Bara lampanum, en Musteri er samt að taka niður alla í Jötun nema Stebbo sem nær að Stebbo að halda úr þeim. Nei, sem að reynir að íta á Q en því miður tekið niður. tekin niður. Sjáum þá að Musteri taka hérna fyrsta leik á Nepal Já, og bara nokkuð örugglega fyrsta round. já. Og þá förum við í það sem að ég kallaði Shrine áðan og ég veit ekki hvort að það var rétt hjá mér, en Ég vil sjá Luciana boppa einhverju niður. það verður pottet eitthvað af því. Ég held að það sé ómissandi. Sjáum hérna nokkrar breytingar í Jötun. Wildpants var hérna og Rísa, ADHD á Sojourn, Stebbo ennþá að fara, Venusat á Baptiste. Baptiste og Nonni á Mercy. Já, þeir ætla að hafa Farmercy hérna. Reyndar, þetta er lokað svæði þannig að það er alveg áhugavert. Þeir eru að fara hérna hringinn. En við sýnist ekki vera negin breyting á Musteri. Stebbo Nær næstu í Gullós. næstu því Gullós ætlar mögulega að reyna að ná á Rísunni. Hún er Kiriko er vondum stað þarna Og Rísan fellur. er bara free damage á alla í Musteri. Og Jötun hægt og rólega að byrja að taka punktin. Já, þetta var bara nokkuð örugt hjá þeim. Náðu hana úr Rísunni og Kiriko og þar alveg þurfti bara Musteri að falla niður. Já. Og bakka. En snella stendurinn í horninu, ég veit ekki alveg hver sniðugt það er þegar það er Farah að póka inn um hurðina, hurðarópið. Og Musteri rotatar en Stebbo er bara komið með barrage. Það lít út fyrir hann ætla að nýta sér það, en Það
Það var stoppað af. Fekk spjót. Og Þarna þarna kemur það. Á, en Það var blokkað. það var blokkað Stebbo nær hins vegar Reyrim og Extraleo. já, Kraljó. Og þetta er bara, þetta var bara örugt hjá þeim. Fyrir Já. utan að Stebbo þurfti að fórna sér í þetta. Já, það er þegar að í örbylgjófnin hún sem eftir að er á móti þér. Það er ekki mikið sem þú getur gert. Nei, það er lítið hægt að gera. En Musteri þurfa að finna einhverja lausn á þessu vandamáli hjá þeim fljótlega, annars bara tapa þeir þessum leik. Já, þá tapaði fyrsta leik. Þau eru að nálgast í 2 ultimate. Þau eru með Kiriko. En Jötun á móti er með 3. Stebbo nær Snellu, nær að Magnusi. Nei, Já. já, hann náði honum. ADHD nær hann að Trello með ortuninu sínu og Gullósi með ability. Já. Náði Reyrim líka. Það er ólíklegt að hann komist burt en mér sýnist þeir vera að bakka og hann lifir af. Já, nær þar leiðandi ortuninu sínu líka. Já, hann er komin með beat. En núna þarf stórt puss að koma frá Musteri út, annars er þetta bara þessi leikur farinn. Já. Þeir þurfa að koma sér á pointi núna. Kemur Kitsune Rush frá Musteri. Og Og ADHD nær Kraljó, Stebbo nær Magnusi líka, ADHD nær Snella. kemur Barrage. Já, Og og að út af. boppið! Geggjað! Einmitt það sem ég vildi sjá. Akkurat, þú fékkst það svo vildir áður en að mappið endaði. Og þar að leiðandi ná Jötun þessum leik. Þessu rándi er ég að Það tala. er núna 1-1 á þessu mappi. Já. Þetta, ég svo boppið mitt, ég er sáttur. Já, akkurat, þú þarf ekki neitt meira. Nei, kvöldið mitt er búið. Já, við Ég förum bara sjá- heim núna. Takk fyrir komuna. Nei, það er hérna, Nei, kannski ekki alveg. Það verða örugglega fleiri boobs seinna á öðrum möppum. já, Því miður er ekki hægt að gera það hér nema, nema einhver Fólk fari hangi hana á endanum. já, fara einhvert annað vinstra megin við spawn hjá Musteri. En það er nú sjaldséð. En það er þó ekki 0% líkur á því. Nei, það er ekki 0% líkur. Sjáum hins vegar engar breytingar nema Vælpan. Nei, engar breytingar á Engar Jötun. breytingar. Og Musteri, Er alveg eins. yes, eins og við byrjuðu senast. Þeir eru allir bara að treysta á sitt. Musteri er að hanga á punktunum að ætla að reyna að hookin kukkin. Já, Stebbo hins vegar hana er að ná damage á Rísuna. Gerist lítið, Rísan stönnuð, low núna. Slæmum málum. Næra að halda sér á lífi eins og er. Það er alltof mikið damage að koma út frá Stebbo og Wildcat saman. Einhvern veginn er Lucio og Kiriko að ná að halda hann á lífi en Þarna ekki kemur nógu orðið. lengi. Nær Fallegt. tveim. Vá, það, já. Þar lendi taka þeir pointið að Musteri eftir þetta frábært öll hjá Stebbo. Stebbo bara farmar damage-una, skýtur inn á þá og fær bara barrage á næstum engum tíma. Hann líka, Mercyin var hann að damage boosta með líka við það, svona smá early damage en ADHD fellur þarna af Snella. Stebbo nær hins vegar Reyrim. Það er verið að reyna að passa það að Nonni næri ekki resinu á ADHD. Mér sýnist hún ekki verið að reyna það. Hún reyndi það ekki. Þarna fellur hins vegar bara botti hins vegar. Já, lampinn sem Já, hjá lampinn. Baptiste. Og Jötun er búin að bakka En Snella og nær missa ADHD hana. aftur. Þau missa aftur ADHD. Og þá er ekki mikið sem þau geta gert. Það- Gerði lítið pínu veist þarna. Veit ekki alveg hvort þetta hafi verið viljandi eða ekki. Það var dálítið skrítið hjá Extraleo. Hins vegar, við sjáum Stebbo aftur komið Odyssey. Fljótur að fá það aftur og Já, notar já, það. já, já. Nær hins vegar bara Snella. Það er Nær nóg. hins vegar hann að Magnús núna. ADHD nær
Extraljó og Venusat Gullos Já, og við taka þar alveg pointi aftur. Þetta er hnífjafnt hérna. Þetta er nýmjæmt, þetta er mjög fram og tilbaka. Musteri kom með 53% sem að Jötunn mun vera fljótir að ná upp í einnig. Og það er, Ultukanmi er aðeins betra hjá Jötunn. Þeir náttúrulega töpuðu fæti á þann og höfðu tíma til þess að safna. Já, en það sem þeir hafa hins vegar núna eru 2 ult aðeins á móti einu rétt svo Gullos hérna aðeins að fær völdið sitt núna eftir smá. Og það er overclock í gangi hjá ADHD, hann þarf hjálp frá Mercyinu sinni. Sem hann fær, heldur svo lífi. ADHD nær snella þar að leiðandi. Og það er hent í Death Blossom. Og nær tveim. Steppo og Nonna sem hafa verið saman allan tíman hérna. Núna er sjansinn fyrir Musteri Hreirum ADHD. taka þetta. Þið þurfum að fara að skipta yfir áður en að Jötunn ná 90%. Sjáum við ulti frá Nei. Okay. Gullos nær Veldpansan á endanum. En það sem ég elskaði að sjá var að Hreirum lamdi Venusat til að drepa hann. Stundum þarf maður bara að taka hnefan út. Það er bara, eða hvað sem þetta er sem hann heldur á, þannig að hann Lucio, hátalari kannski. Og við sjáum snella hérna að vera, þeir eru þarna vinstra megin sko. Já. Það var, Anna, Steppo nær snella. það er, Aftur komið ultið, nær hana Magnúsi, en Lífið ekki tekin af. af Gullos. en hann er búinn að taka 2. Það er spurning. Hvort það er náið að halda þessu. Það eru Vældpans þrír á er móti náttúrulega með orkið tveim. sitt. Notar hann það. Gullos nær hann ADHD, Vældpans nær Extraljó. Gullos nær Vældpans. Það er alveg halda þér pointinu. Nær Stepp inn á, hann nær inn á ekki lengi. Extraljó fyrir á hamsturinn. Nær hann inn. Nei. Þeir ná ekki að snerta og Musteri Taka þetta. taka control. Eftir hnífjafnan leik. Bara... Sjáum hérna Steppo fær play of the game. Kemur ekki óvart. Nei, þegar hann í... Er það boppið? Ja, Nei, þetta veit er ekki ekki. boppið. þetta er bara spam. Já, og svo deyr í lokin. það er bestu. Það er sem að bestu deyr í killin. lokin. Já. Maður verður að fórna sér fyrir eitthvað. Já, akkurat. En það allavega er komið niðurstaða fyrir fyrsta map. Musteri tekur eftir nýjafnanleik. Já. Mjög fram og tilbaka. Og verður það æsi spennandi næstu leikir út af að núna fá Jötunn að velja næsta map. Þá múndi að fara að vita hvað þeir velja. Já, og þeir geta valið á milli escort eða hybrid eða push. Já. Já. Við erum góð, við höldum bara áfram að spjalla. Spjalla Já. Leikinina, það sem ég fannst gaman að sjá var Nonni og Step, hversu vel þeir unnu saman sem Mercy og Farah. Það var bara leiðilegt að það hafi ekki virkað nógu vel til að ná pointunana aftur. Já, þetta alveg virkaði vel hjá þeim, fannst mér. Ég held að vesenið með það sé hreinlega að snella fór á Tracer. Já. Og þá skiptir hann ekki máli af því að hann fór bara í bak og var að pirra þau eða fór og tók ADHD Og þar alveg missa bara einn og það er stundum nóg þegar það er bara svona teamfight að vera einu manni niður. Já, stundum er það bara wind condition og það er bara nóg. Það er stundum hannig, en það er bara, það er svona leikurinn, það mátt ekki missa neitt. Þess vegna eru support svo rosalega mikilvægir að supportplayerni kunni að spila karakterinn sinn vel og fá að líða bara vel. Þar alveg þarf DPS-in aðeins á tankina að vinna saman til að passa þau. Supportin er mikilvægastur, að mínum mati. Já, heyrðu, þið heyrðu það fyrst hér. Supportin er mikilvægastur, algjörlega. Hann heldur ykkur á lífi svo þið getur gert það sem er gaman. Nákvæmlega. Verð alveg til ég að hafa þetta sem svona hljóðbæt bara svona, þannig ég er að spila leikinn, einhver fyrir að tala trash um mig og bara eitthvað
Skal hlusta á þetta. En við sjáum hérna að jötun taka Paraíso. Paraíso, já. Það er bara valið hybrid map næst og við erum á leið til Portugal. Nú þekki ég ekki nógu vel. Minnir að þetta sé Portugal. Miðað við byggingarnar þá er þetta allavega Portugal, Spán eða Brasilia. Já, við langar að segja Brasilíu sko. Af því að þau eru með svona karneval flótbíl sem þau eru að íta. En ég er ekki viss. Við erum ekki viss. Kannski er einhver í chatinu við sem getur bent á það. Brasilia. Fáum að vita hérna frá stúdíunum okkar að þetta sé Brasilia. Google. Frá Google. Já, akkurat. Ég er alltaf að rugla, það er annað mapp sem er nýtt sem er Portugal. Já. Sem ég man aldrei hvað er. Það á eftir að... Er það Esperanza kannski? Það getur verið. Ég held það. Já, allavega. Við erum að fara á Paraíso og sjáum hérna aðeins lengra mapp. Það er möguleiki á Snipers. Já. Þessu mappi. Það væri gaman að sjá eitt þannig. Sjá hérna Widowmaker. Eða Hanzo. Já. Það var, mér finnst Hanzo aðeins líklegri hjá þessum liðum allavega. Já. Ég veit að Snella spilar dálítið Hanzo. Það var alveg gaman að sjá það og kannski sjáum við þá Genji hinum meginn til að svona brother battle. Brother battle. Já, það væri fyndið. Það væri fyndið. Við höfum nú séð það, ég held við sáum það í gær. Question mark, ég var þarna. Man ég eftir einhverju? Nei, ekkert endilega. Það var of gaman til að muna það. Of gaman til að muna það. Hörru, ég sé hérna Overwatch-lið koma til að horfa. Það er gaman að því. Smile og Be Mad og strákar. Skemmtilegt. En já, þannig að... Sorry, ég bara datt alveg út af því ég sá þá. Já, það væri hins vegar gaman að... Ég held hins vegar að þeir haldi áfram bara með... layupið sitt með Orisa og öllum þeim. Það var að virka fyrir bæði lið. Það er spurning hvort það virki á þessu mappi eða hvort einhverjir fara á Reinhardt til að ná betri skjöld. Það er spurning, mér finnst algengara Sigma. Já. Orisa Sigma. Endilega sett aftur á skjáin. Capping kemur inn fyrir Gullós í musteri. Já. Leiðindi fyrir mig. Já, en kannski gerir þið aðeins meira neutral. Já, það hins vegar alveg þannig. Ég verði kannski aðeins meira neutral núna. Þú ert ekki að halda með einhverjum einum liðsmanni. Það er ekki nefnilega sem að halda með liðunum. Liðinu, sko. Já, ok. Það er bara, maður styður alltaf liðið. Já. En já, þannig að capping, stóð capping eða capping? Capping. Já. Er að koma inn á DPS í staðinn fyrir Gullós hjá Mystery. Og já, það er önnur skipting. Ginger hinn fyrir Venusat í jötun. Það bara... Já. Venusat var á support, Support, já. Akkurat. Þannig við erum að fá Ginger inn. Hjá jötun. Það má alveg Ingi setja herra, bara mín vegna, bara fullkomið. Fyrir að blokka mína alveg. Nei, herru, ok, ég ætla að hætta. Þetta er einum of. Einum of, herru, sérstaklega sem áhorfendurnir sjá þetta ekki. Nei. En, áfram. Það er spurning hvernig staðan er á liðunum, hvernig förum bara frá detta inn í þetta. Já. Og sjáum hvort að Austri geti haldið áfram þessum vinning og tekið þá það sem ég bjóst við, þessu svípi, þessum sóp. Já, akkurat. Þeir töpuðu 3-1 seinast, þannig að spurning hvort að það sé... Vilji hefna sín, eða hvort að það sé pattern. Getur líka verið. Jötun. Við sjáum til, allavega ætlum við að hoppa inn í Paraíso núna og Sjáum þar alveg í line-upið, hvort að við sjáum einhvern Widowmaker eða Hanzo. Hanzo, já. Það gæti verið áhugavert. Við sjáum hins vegar. Okay. Þetta eru góð line-up hérna. Mystery hérna með Sigma,
Extralio á Sigma og síðan er hérna Ash, Capping, Snella og Torbjörn, Freyrim á Mercy, Magnús á hérna Baptiste. Baptiste, wow. Þetta er alveg út úr manni. Allt í góðu og Jötun er á Winston. Þeir ætla að fara dive comp. Þeir eru með ADHD á Genji. Stebbo er komin á Bastion. Ginger á Mercy og Nonni er á Brig. Já, Elfans fer hann á Og Winston. Stebbo skiptir yfir í Föru og Nonni yfir í Kiriko. Þeir ætla bara að hoppa beint á musteri. Og musteri bakkar bara. Ætla að halda bara við punktinn. Já, sérstök aðferð hérna, haldi ekki tjókpuntunum hana. Alveg sniðugt þá þurfa Jötun að splitta upp til þess að ráðast að á. Já. En það er spurning hvort að það sé eitthvað betra fyrir musteri eða betra fyrir Jötun. Það fer núna bara eftir í playerskillinu. Hvor er betri? Og hins vegar Wildpant hérna falla af Extralio. Extralio. ADHD tekur hann á Magnús og Stebbo nær Freyrim. Það eru föstum í herbyggi. Capping fellur hana út af förinni og Torbjörn. En Extralio nær Stebbo tilbaka. Nær þar alveg halda sér á pointinu. Er hérna í 1v1 fæti við hann fellur. Já, það dugaði ekki lengi. Nei. En það kom bara niður á seinustu 2 liðsmenn Jötuns að taka punktinn. Ég kom mér alveg óvart. Ég hélt að musteri væri að vinna þetta fight. Það leit þannig út, en looks can be deceiving. Já. Flott setup hana hjá Snella. Já, bird's eye view hérna, ok. Og við sjáum að Capping tekur ADHD með dínamítinu. Já, og nær Ash, nær Nonna. Svona semi-snæpur hérna. Já, þetta er allavega long range. Ok! Wow! Það bara, hann sá ekki neitt. Það bara, hann var farinn. Já, Capping ætlar sér bara að stöðva liðsmenn Jötuns. Eitt síns liðs. Já. Herru, en ADHD er komið með Blade. Líklegast að bíða eftir því að Mercyin fær sitt ultimate og geti eldan. Já, það væri rosalegt að sjá það. Við sjáum hins vegar líka Stebbo, þetta er tvöföld ógnina. Þeir eru Jötun. Og þarna kemur Bladeið, en hann er ótrúlega lár og deyr strax. Huge play hjá musteri. Og við erum einhvers staðar. Já, Wildpant að fæta Extralio, en Stebbo nær Extralio og hann nær Capping og Freyrim með ultinu sínu. Nær hann að halda sér burtu nú lengi. Mercy er að heala hann og nær þar alveg til Snella. Nei, Magnús. Wildpant nær Snella úr ultinu sínu mér segja. Sjáum hann að moltingkorið ennþá eftir ultið. Já. Já, og musteri snertir. Ég held samt eftir að þeir eru búin að kappa first point. Það virðist second þannig. point, sorry. Já. Og núna þurfa þeir bara að bakka. Það er spurning hvort að Jötun sé núna komið bara ómikinn drifkraft fyrir musteri til þess að stöðva þá. Já, við sjáum að ég ná Magnús en Snelli treytar hana. Snella, já. Snella. Freyrim revivar Magnús, þannig að hann er ennþá hana. Já, og núna er Jötun aðeins farin að hægja á sér. Samt er pointið ennþá, það er ennþá að fara mjög hratt. Það færist ennþá áfram og það er ekki verið að stoppa það. Spurning hvort það sé bara að bíða eftir pikki eða að bíða eftir ult hjá einhverjum. Og Genji var að brenna. En þau eru með Kiriko, þannig það skiptir ekki máli. Og það kemur window út hjá Magnúsi, hjá musteri. Þarna
fer Magnús af ADHD. ADHD nær snella líka. Ó, já, Steppo nær X-Ralio. Hendi Blade. Anna, ADHD náði capping. Og Steppo alltaf á reyrim líka. Þetta var- var bara komin í spawn hjá Mystery. Þannig í lokin. Já, Jötun bara náðu sér á Rústi strik. þessu. Já, það er dálítið svona, þeir fundu bara drifkraft og heldur bara áfram og það var ekkert stopp. Já, náttúrulega mappickið þeirra þar leiðandi ættu náttúrulega að vera mjög góður á þessu. Allavega vel vanir, Já, vel alltaf æfðir. vel æfðir og búin að stúdera þetta mapp vel og hvernig line-up þeir vilja. Já. Við fáum að sjá þetta fallega mappina. Já, Ég Mjög verð ekki fallegt. mikið búin að horfa upp þarna. þetta lítur út eins og bara Lucio Town. Ég held að þetta sé klúbbur Lucios. Það er bara mjög líklegt. Sjáum hins vegar Mystery capping fara á Widowmaker og snella á Hanzo. Og verður gaman að sjá hvort þið ætla að halda sér við þetta double sniper dæmi. Verður gaman, sjáum Nonna fara á hana Önu. Já, Annars engar breytingar eins og er. hjá Jötunni. Já, En hjá þau Jötunni. greinilega vilja reyna að halda ADHD á lífi þegar hann fer að bleita. Hann dó nokkur sinnum þannig í bleitinu áðan. Já, Þannig að við fáum að sjá, kannski sjáum við capping taka í nokkra hausa. ég verður til í að sjá það. Það er einmitt Mercy að gefa hana damage boosti fyrir það. Félur sig hana bak við tré. Rétt svo missir af þessu. Það er ekki alveg nógu gott sideline sinna hjá Jötun. Þeir halda sig bara inn í herbygginu eða hinum með við hotnið. Mér sýnist Jötun ætla bara að ýta Snella er sér low og inn í Wildpants tekur snella. Mystery. Flott blokkana. Já, já, og Wildpants tekur 3. Þeir eru bara að pussa út hérna. Þeir eru ekki að defenda, þeir eru að takka greinilega. Þeir bara... Já. Jötun sagði bara, heyrðu, við áttum map-pick. Þannig að við ætlum bara að velja sigur. Þeir ætla bara að fullholda point 1. Mér finnst mjög gaman að sjá þegar oftast er flott defense bara gott offense. Já, En það getur komið í baki á manni. það getur það og Sjáum hérna capping núna á Soldier. já, greinilega var ekki alveg að fíla þetta Widowpick. Nei, ekki alveg að hitta langan nú tíma. miklu. En sjáum hins vegar eins og ég baðum á hann, þetta brother fight þar sem capping nær ADHD og Steppo nær X-Ralio og hreyrim og capping. Trippul. Nær hann fjórða, hann Já, nær já, fjórða, hann nær hann ætla- fymta Tímkill, og lemja. Ó nei, hann náði. hann náði í. Herru, sagði einhver play of the game? Mér síndist hann bara stoppa til að skrifa í chati, sko. Ég held það. Við fáum nú ekki að sjá chatið, en það leit út fyrir að það væri kannski smá bandir í gangi eftir þetta. Smá bandið er mjög skemmtilegt. Það er rétt. Alltaf gaman. Herru, já, ADHD nær bara snella og capping. Mystery hefur bara ekki sens á að byrja fight. Dragonblade kemur hérna út, nær bara bottanum, nær hins vegar Magnúsi, Nonni nær hreyrim. Hvað ætlar X-Ralio að gera? Hann lemur hann. Þetta er bókstaflega að vera á milli Rockin' og Hard Place, en Rockin' kom frá Sigma sjálfum. Já. Já, það verður mínútu og 20 sekundur eftir fyrir Mystery til að reyna að koma sér á punktinn. Þau gætu bara farið undir, mögulega. Þetta er bara svona tillaga Mystery, þið getið þetta. Þetta er ennþá mögulegt, allavega. Já. Það er ekkert búið fyrir en það er búið, sko. Hérna, capping ætlar að fara eitthvað í kring hérna. Þið þurfa að fara að ná einhverjum picks, en því er ekki að bíða svona lengi eftir einhverjum. Capping nær hann ADHD, kemur olti út, nær hann Steppo, nær hann Nonna. Þetta er reloada. Sorglegt. Snella nær Ginger, Steppo nær Magnús. komin í bak, hendi
Barrage dreipur sjálfa sig en tekur 2 með sér. Já, snella nær hann að nonna loksins. Og það byrjaði að kappa bara Wild Pants og ADHD er komin aftur. En Leo er Sjáum hérna 2v1. Nær hann að halda sér inn í sig. Hann fær healið á endanum. Og gluggi, þeir þurfa samt að fara að snerta bráðum. Sem hann gerir. Já, Þeir eru nú fast Þetta er aðeins á þessu. Sjáum oltið frá Wild Pantsana. Nær engum að mér Kappi síndist. nær Wild Pants. Hreyrim komin að Mercy, farin að taka út byssuna. Og mér sýnist Musteri vera að taka punktinn. Þeir ná honum á endanum. Já, já, Þarna. já, já, já. Það er ennþá tími. Og núna fá þeir 2,5 mínútu, eða 2:25, til þess að ýta þessum skrúðbíl upp götur Brasilíu. Já, þetta var mjög vel varið hjá Jötun. Bara, Já, þetta var flott og vel spilað og þetta var vel spilað hjá Musteri að geta, náðu svona bara seinustu sekúndu. já. Snella er í Mystery Heroes að mér sýnist, skipti yfir á Widowmaker í nokkru sekundur. Þarna Stebbo nær Magnúsi aftur með oltið. Það er eins og þeir séu bara að fá olt eftir olt eftir olt. Já. Oh my. Wild Pants nær hana Extraljó og hreyrin revivar Magnús. Þannig lítið sem það gerði fyrir Mustu Jötunana. Já. En Wild Pants nær Magnúsi aftur. Ekki lengi lifandi. Nei. ADHD hana pínu vildur hvert hann átt að fara. Horfðu bara í hornið, sagði skjóttu mig í bakið. Þegar við erum að koma að næsta fætti. Nella fer hana yfir að Tracerinn, mögulega til að komast bak við á. Bak við á. Sjáum Capping er með oltið sig. Spurning En sjáum Dragonblade koma út, þá nær Capping, nær Magnúsi og Hreyrim. Nær hans... Heyrðu, Stebbo nær Extraljó og Wild Pants Nella, Team Killjana. Þetta var nanobladeið hjá Jötun. Fallegt að sjá eins og alltaf. Ég held samt að það hafi ekki tekið play of the game af Stebbo. Stebbo nær þannig Capping og Snella. Sem að er bara að spawn-campa akkurat núna. En Hreyrim ressar Snellu því að þeir eru bara með 20 sekundur eftir til þess að kappa point B. Eða whatever. Second point, ég man ekki hvað ég kallaði þetta á. Komast á næsta checkpoint allavega. Já. Og Sjáum ADHD ná Snella og Stebbo alltaf með öftið sitt nær Hreyrim. það er enginn að snerta punktinn. Wild Pants nær Capping, ADHD nær Magnús. Þeir eru ekki nógu nálægt. Ég horfði á Extraljó bakka frá payloadinu og fatta svo að það var enginn annað til þess að snerta. Herru, við fáum að sjá þetta play of the game hjá Frá Stebbo. Stebbo. Kemur engum á óvart. Anna nær Extraljó einmitt, nær síðan Hreyrim og Capping með oltinu sínu. Pekar síðan Magnús og nær hann að Snella á endanum. Þetta var rosalegur leikur. Já. Og sýndi bara að Jötun er... Þeir eru ekki búinir, þeir ætla ekki að vera sópaðir í kvöld. Nei, Jötun ætla sér að koma sjá sigra. Þannig að núna þarf Musteri að velja mapp og gera það sama. Já. Sýna að þeir eru líka með sigurmapp Já, í sínu farteski. þetta var, wow. Ég bara, mér vantar orðin fyrir þetta. Vantar orðin, já. Þetta voru mjög flott play hjá báðum liðum. Mér fannst að ég flott Musteri náði sér þannig í lokin af first point. Já. Bara næstu því overtime, náðu rétt fyrir overtime. Já. En Jötun sagði hingað og ekki lengra. Þeir spiluðu frábæra vörn með frábæri sókn. Já, það er nefnilega málið. Þeir bara leyfðu Musteri ekkert að labba áfram. Nei, það var bara, leiðum enginn svona, fyrsta pointi var ekkert frítt. Nei. Það var bara, eins og við sáum, play of the game var hann á fyrsta pointinu. Það segir dálítið mikið
Já, hversu vel barist þetta var fyrir þessu fyrsta pointi og ekki taka neitt á musteri. Þeir náðu svo á endanum já, eftir að hafa verið lengi átt að sjá hvað þeir ættu að gerast til að komast hann í gegn. og það var nefnilega þessi drifkraftur hjá Jötun þegar þeir voru í attackinu sem að svona hélt áfram í defense líka. Já, Voru ekkert að hægja á sig, þeir ýttu áfram bara næstu því að spánuhurðunum hjá Mystery. þeir heldur bara að þeir væru ennþá að reyna að ná pointinu. Já, Að akkurat. koma bílnum ennþá áfram. Það er svo sem alveg góð leið til að hugsa Það í leiknum að bara, já. En við sérst erum að fara á Esperanza. yes. Ok, sem sagt Mystery velur Esperanza sem er push map. Já, Þá förum við til Portugals. já, núna förum við til Portugals og vonandi, þetta verður bara jafn spennandi leikur og áðan. Þetta verður rosalegt. Ég er mjög spenntið fyrir þessu og hlakka til að sjá þessi line-ups hjá þeim. Já. Push map eiga til að vera daldið fram og tilbaka. Já, Mjög mikið og eins og við sáum í leiknum í gær, það getur verið annarkvort bara rúst eða hnífjamt Já. í gegn. Þannig að það er alveg spurning sko, ég held að við sjáum pottet ADHD á Genji aftur. já, allavega með hvernig hann spilaði áðan en þá munum við sjá líka Mercy koma aftur út eða Önu. Líklegast önið að spurning hvort að Stebbo haldi förinni og þá sjáum við Farmersi aftur. Já. En það er svona Þarna sjáum við Musteri, sjáum hérna Reyrim og Snella. þessi myndarlegu strákar. Já, Ég sagði næstu í snákar, ég veit ekki alveg hvað ég er að gera. En já, það þessi piltar sem kom í myndtöku og svo þessi sem skipti ekki máli. já, þeir nefndi ekki að mæta. Þeir eru bara leiðilegir. Nei. Þeir eru mjög skemmtilegir. Þeir eru góðir strákar sko. Fáum við kannski að sjá hérna Jötun líka. Jú. Það eru fleiri skemmtilegir. Vælpansana fyrir miðju og ADHD vinstra megin við hann. Og Venusat hægra megin. Já. Mjög flottir. Það hefði verið gaman, hefði ADHD líka verið með gleru. Hann hefði eiginlega bara átt að kaupa sér gleru bara fyrir þetta. Bara fyrir þetta. Já. Þeir hefðu bara átt að skipta á milli sín Já. glerugunum. Eins og með bólina. Já. En já, þetta eru liðin sem eru að keppast á hérna akkurat núna. Og mjög gaman að fá að sjá liðsmyndir ólíkt í gær sem að voru bæði lið sem að tóku ekki myndir. Nei, það er alltaf skemmtilegra þegar maður fær að setja smá andlit á leikmennina í hausnum á sér. Já. Það er svona... Og fær líka bara smá krydd í þetta hérna hjá okkur. Við fáum að sjá aðeins öðru í sig og svoleiðis. Sjáum hins vegar, fáum upplýsingarnar að Gullós kemur aftur inn fyrir kapping. Við sjáum hvernig það fer. Já, hjá Mystery. Og það er inn fyrir DPS aftur. Já. Þannig að spurning hvort að þið hafi sett kapping inn fyrir svona hvað er orðið? Hitscan Já. spilara. Það er alveg spurning. En það fer að bresta á að við hoppum inn í Esperanza. Já. Staðan akkur núna er 1-1. Það verður bara, þetta er hnífjamt, bara eins og þessi tveir leikir sem við höfum spilað núna hafa verið bara hnífjafnir. Mjög jafnir. Það er bara, við skulum bara fara að henda okkur inn í þennan leik á Esperanza. Förum til Portugals. Förum til Portugals í smá frí sól og blíðu. Ekki sól og 15 stiga frost. Já. Og við fáum að sjá þessi tvö lið reyna að ná róbota lengra en hitliði gerir. Já, fáum hérna Mystery, Extralio afturkomin á Rísu, Gullós á Reaperinn, Snella á Tracer, Reyrim á Lucian, Magnus og Kiriko, bara mjög svipa line-up og í fyrsta leik. Já, og eins og við sögðum, Jötun heldur sér bara við það sama og áðan, Orisa, Genji, Farmersi og Ana. Þannig að þeir ætla að halda sér við Nanoblade og Mercy Boosted Barrage. Það er enda bara mjög gott line-up hjá þeim. Reyndist mjög vel á hann, bara eins og þeir hafi verið með ultimate allan tíman. Já, það var mjög mikið það. Flott playina frá Stebbo, komið fyrir aftan Mystery. Já, Jötun ætlar að vera allstaðar. Og ADHD nær hann allstaðar. að Reyrinn, Stebbo nær Snella.
Gullós nær ADHD. ADHD var þarna aðeins of lengi að reyna að ná Kiriko sem gekk ekki neitt. En Jötunn samt með fleiri pick sem ég sýnist bara vera Gullós eftir. Stebbo nær Extrali og Vælpans nær Gullósi líka. Og núna byrjar Jötunn að ýta bottanum sem að ég man aldrei hvað heitir. En ég veit að ADHD finnst gaman að kalla hann Nag. Nag? Já. Það er viðeigandi. Hann er alltaf að ýta einhverju áfram. Hann er alltaf að ýta einhverju áfram, það er rétt. Hann gerir líka alla vinnuna, hann er með þetta alltaf herðum sér. Þannig að hvar væru við á Nag? Við vorum allavega ekki hérna að sjá Snella í bakinu á Vælpans. Akkurat, bara hlaupandi á milli þeirra. Já, sjáum þess að Föru og Mercy bara lengst upp í loftinu. Já, heyrðu, Extralegu fyrir hérna inn, en er dálítið eitt síns liðs. Hins vegar nær Gullós. Ótti kemur út, fellur hvar og reyrir Gullós nær ADHD líka. Já, núna þarf Jötunn bara að bakka og reyna að lifa af. Og náði Mercyinu með oltinu sinu. Það er stikk. Og Gullós nær Vælpans stelur ég eiginlega af Snella, sýndist mér. Já, það var smá óþarfi kannski að nota pulsbomnana. Hann svo sem fær hann og svo hratt aftur. Já, þetta er svo fljótt sem hann skýtur og svo ef hann hittir öllum skotunum þá er þetta svo fljótt að koma tilbaka. Satt. Og við sjáum hérna að Mystery búið að taka high ground. Það er bara einn að ýta Við vitum bottanum. hins vegar að Stebbo getur tekið bara portable high ground Já. með jetpackinu sínu. Þetta er Mystery dálítið út um allt og það er komið Nano, það er komið Blade og Mystery er í vondum ADHD nær málum. hann að reyri Magnús og Extrali og Triple Já, og hímótar aftur. Já, það er hendi í spray á vegginn og sagt halló við Tracerinn sem hann er alltaf. Eins og hann sér svona pínu að tonta en að Mystery. Bara come at me. Já, ég hef alveg heyrt hann segja það áður sko, þannig að ég myndi alveg trúða upp á hann. Já, ég meina ef hann er að spila svona og ADHD nær hann að Gullós og reyrim. Þetta var skrítið, það er eins og Gullós vissi ekki hvað hann átt að gera. Nei. Hann stóð bara þarna. Snella lemur nonna, Vælpans nær hins vegar Magnúsi, Extrali og Ginger, hann er báðir healerinn farnir. Okay. ADHD nær hins vegar Snella hana, nær að halda þess aðeins á lífi. Extralegu er hérna einn en núna kemur Gullós og reyrin til bjargar. Og Vælpans fellur hann á lifir endanum. ekki af. Þeir snúa við. Bottinn tekur þetta fína skokk. En þarna vill ég hins vegar sjá reyrin vera speedboost á bottan. Því miður held ég að Blizzard hefur ekki leyft það. Já. Ég veit. Það væri rosalegt play. Það væri svakalegt play. Já, það væri dálítið cool ef að ability Þarna kemur oltið frá Stebbo en Extralegu stoppar það. Stutt varða. Extrali og low hérna. Ókei. Snella komin aftur með oltið sitt. Og ætlar sér að taka niður Stebbo. Það er komið. Kemur út en Gullós oltar sjálfur og drepur ADHD hérna. Hörðu, hvað kúfest er í gangi hérna? Þetta er alveg rosalegt hérna. Stebbo nær Magnúsi og Extralio. Ja, Snella pínu veistaði oltinu sínu þarna, notaði það en það voru, eins og Jötunn voru bara tilbúinir í það. Já. Komast í burtu. Og núna er Jötunn að ýta bottanum lengra. Þeir ná forfættsbóni hérna. Já. Það verður mikið erfiðara fyrir Mystery núna að komast tilbaka. Já, það er allavega, gerir það líklegra að ýta bottanum verðu 2-5 game. Olti kemur hérna frá reyrim og Snella nær ADHD. Og það er og Vælpans. Snella, kemur Barrage. En Snella drepur hann en Stebbo nær hann að reyrim hins vegar. Snella tekur 2 þannig í þessu fæti og núna ýtir Mystery áfram. Nær hann að infói á þá, hvar þeir eru.
En eins og ég sagði, núna af því að Jötunni kom í forward spawn, þá er þetta orðið two-fight game hérna fyrir Musteri. Bara að reyna að komast á sama stað og Jötunn hefur náð. Já, það verður erfitt en þetta er ennþá mögulegt, þetta er ekki búið. Þetta er ekki búið. Munar bara 20 metrum inn á milli. Það kemur Ölti frá Magnúsi hana. ADHD fellur á Gullós. Og Ölti frá Rísa Extra Leo er mest bara að taka pláss sínt mér, bara að vera að reyna að ýta fólki aðeins frá. Kannski að fá aðeins meira heal inn á DPS-ana og svona. Já. Snella fellur hann að Steppo. Hann hefur verið í bak að reyna að Vera leiðilegur. vera leiðilegur. Þetta er allt nett. Steppo kominn aftur með Ölti sig. Já, hann bara er með Nýtir það strax aftur, nær Reyrim. ADHD nær Gullós. Flott pixena hjá Jötunn. Já, núna er Musteri bara að reyna að bakka. Leo veit að hann er ekki að fara að lifa þetta af. Og við erum komið með Echo hjá Musteri. Sjáum hvort að það geti gert eitthvað fyrir á, hvort þeir ná að snúi sig núna við. Það er í rauninni núna eða aldrei. Þeir verða... Það er nú ekki beinlínis núna eða aldrei. Það er alveg fullt af tíma eftir og... Þetta er allavega mikið erfiðara núna. Ó já, svo sannarlega er þetta herra fjall til að klífa sko. En við erum að sjá að ADHD er bara tilbúinn í nanobladeið. Þeir ætla bara að vinna þetta fight áður en það byrjar. Og Steppo nær að pikka Þetta er góð byrjun fyrir það. Þannig þeir Þarna kemur hann. upp hana. Í nanoblade. Það gerir ekki mikið og Extralio nær honum með Steppo nær Magnúsi. Sjáum hérna Echo fyrir aftan. Er bara hérna að horfa á Mercy hérna. Já, er að reyna að miða á Mercy sýndist mér. Já, bara... tók sinn tíma sem feilaði út að Steppo var bara eins og hann hafi vitað þessu orðar hérna á Extralio bara á hann eins og þetta sé bara svona pínu fuck you og svona. Já, þessi maður er bara með brush á cooldown, það er bara málið. Það hjálpar alveg að vera með Mercy boostið, þetta greinilega. Kemur Kitsune Rush bara til að reyna að hjálpa Musteri að stöðva Jötunn. Núna eða aldrei. Já, og það gekk ekki vel. Echo næra í að vera á pointinu ekki lengi og Kiriko verður að halda sér á lífið hana. Fáum hérna hamsturinn inn til að vera bara á pointinu og færa hringi ADHD nær Magnúsi í þessari óreiðu hérna. Já, þetta er komin stáltími hjá Musteri. Reyrim hana ölltar. Echo komið öllið sitt, notar það, er Genji hérna. Já, Nonni missir slípið, hann er að reyna að ná bleitinu, nærði en því miður rennur tíminn út og núna er Jötunn komin með nanoblade og I hate to say it. Steppo nær hann að snella, nær hann einhverjum öðrum, nei ADHD fyrirgeðu. Það er nefnilega... Steppo nær Gullós, ADHD Magnúsi og hamstur Extralio. Það er mjög lítið sem að stöðva nanoblade. Og Musteri var því miður ekki með svörin við þessu. Þannig að við fáum að sjá Snella kemur ekki á óvart. Nei, svo sannlega ekki. Hann stóð sér mjög vel þetta mapp. Já. Stoppar hann að Ölti frá Steppa. Fallegt verða. En við erum að sjá núna að Jötunn er komin 2-1 yfir. Þetta gæti verið repeat. Þetta nefnilega gæti verið repeat, en til að halda í hefðir þá ætlum ég að spyrja þig, trúir þú á sópinn? Ég trúi á sópinn. Ég svaraði þessu seinast og ég hef alltaf sagt það Rocket League líka að sópurinn er til. Það er til sópur. Já, það er bara spurning. Getur Musteri... Núna vantar sópinn á gólfið, redda því næst. Já, herru, þjónar. Já. Já, það er nefnilega spurning sko, hvort að Musteri nær að draga sig upp hér gegn þessu trölli sem Jötunn er. Það verður erfitt fyrir þá, en mér langar að sjá að gerast. Mér langar að sjá Game 5.
Já, þetta smá svona Davíð og Goliat akkurat núna nema bara akkurat nú Davíð kannski mögulega að fara að tapa gegn Goliat. Já. Svona, já, en við allavega bæði trúum á sópinn. Já, maður verður að trúa eitthvað. Já. Og ef það ekki eitthvað tengt trú, þá verður það að vera sópurinn. Ef það eitthvað sem þú átt að trúa, þá er það sópurinn. Já, ég trúi ekki á neitt nema sópinn. Það bara þannig. Og við bíðum bara eftir því að Mystery velur sitt næsta mapp. Jötun bara átu þá á þessu mappi. Já, þeir gerðu það. Það var ekki mikið sem að Mystery gat svarað gegn þeim því miður. En sjáum þá velja Circuit Royale og Capping kemur inn fyrir Snella í Mystery. Inn fyrir Snellu, já. Það er mjög sérstakt að mínum þar sem að Snella er búin að spila mjög vel. Já. Og virðist eins og, ég veit ekki, kannski er eitthvað team chemistry þarna eða eitthvað sem að við þekkjum ekki alveg nú vel. Nei. En vonandi er það bara rétt hjá þeim. Og Já. við fáum þar alveg undir Game 5. Game 5, sko. Það er alveg spurning hvort að þetta sé kannski bara eitthvað sem að þeir hafa æft á Circuit Royale. Þetta sé getur alveg verið. Einhver komp sem að kannski Snell er ekki hluti af eða að Capping gerir betur. Við sáum Capping var mjög mikið á þessum í hitscan karakterum. Soldier, Ashe og svona. Þannig það er alveg spurning hvort að þeir séu að plana að reyna að stöðva Genji Pharah kompið hjá Jötun. Getur alveg verið og voneilega að Ashe kom inn bara til að fá aðeins svona heyrið sér ding. Já, þetta er mjög satisfying hljóð. Já. Það er það. Ég er alveg sammála. Það er mjög satisfying hljóð og sjáum líka að Venusat kemur inn fyrir Ginger í Jötun. Það er verið að skipta support line-up aftur. Já. En við fáum allavega að fara inn á Circuit Royale sem er escort map. Já. Og Jötun byrjar á defense í því. Akkurat, það sem ég ætlaði að fara að spyrja. Sem sagt, Circuit Royale, Jötun byrjar á defense, Mystery ætlar að taka. En Jötun sérst valdi það að vera á defense. Já, sérstakt. Með hvernig Paraiso fór, þá hefði ég viljað sjá það að byrja á attack og halda þessum skriðþunga sem þið voru búin að mynda hana. Já. Til að bara eins og á Paraiso bara valta yfir þá. Já, það er reyndar alveg algengt að byrja á defense, þá getur þú svona séð hvað þú þarft að gera eftir á. Og það svona allavega gefur leikmönnum góða mynd. Já, en hvert eru að fara núna? Hvaða þekkið þið ekki? Jú, Monaco. Monaco. Við förum frá Portugal yfir í Monaco. Monaco, já. Meiri sól og blíða og ekki -15. Akkurat, förum aðeins austur. Já, skulum fara til Monaco núna og sjá hvað gerist. Sjá hvort að Mystery geta að fara í Game 5 hérna. Já, og við erum að sjá double sniper mirror. Wow. Já, Capping fer hana yfir á Bastion. En við sjáum hins vegar Jötun velja Sigma, Wildpants á Sigma, ADHD á Hanzo, Steppo á Widowmaker, Venusat á Kiriko og Nonni á Zenyatta. Mystery er með Extrali á Sigma, Gullos er á Hanzo, Capping á Bastion, Hreyrim á Zen og Magnús á Baptiste. En Capping er að skipta aftur yfir á Widowmaker og við erum komið Widow Duel. Hann er bara að bíða eftir förunni sem er ekki þannig. Það er nefnilega engin fara núna til að skjóta í loftinu. En hér sjáum við snæperana bara edge kappi. Já. Ég bíð eftir að heyra þetta ding. Hver verður fyrstur til að hitta haus? Sjáum hennar Extrali og vera pínu low. En er komin aftur. Þessi lampi er að bjarga manninum. ADHD nær hana Hreyrim sem gæti verið mikilvægt pick. Hins vegar nær Gullos ADHD. Þetta... Capping nær Steppo! Bang! Þarna er þetta bang sem við vorum að tala um. Þetta var delicious skot, sko. Og núna bara ítir Mystery áfram. Ætla sér bara að kappa
Þeir ætla að vera fljótari í þetta skipti. Já, ég held að sé líkur augum uppi að þið verði bara að íta. Já, Takið þið jötun á þetta og íti bara tvöfaldaf. já, það virkar stundum, Það virkar ekki stundum alltaf. ekki alltaf, nei. Við erum að horfa hérna á Witterdúel þar sem að Stebbo er að reyna að finna kapping Já, en meina, bolti koma út, ADHD nær hann að Ó. kapping og Freyrim. já, og Nær hann. En Stebbo nær Magnúsi. Wow. það er svona, þú getur tekið eftir því þegar einhver er með kæki Overwatch af því að kækurinn er alltaf að spreyja. Kapping nær ADHD. Alltaf að spreyja hvert sem þú ferð. En það virkar ef þú ert ekki Widowmaker eða einhver svona snæper. Þá virkar það. Já. Það eru... Mér sýnist bara að vera 3. Já, það Widowmaker á high ground. Stebbo nær hann að kapping. Já, núna þarf Mystery bara að bakka fyrir horn. ADHD nær Freyrim hins vegar. Með hjálp Stebbo. Stebbo. Og Hann var tekinn hana. Gullós ná honum. hann ítti aðeins svo langt fram. Núna kemur Kemur Otti Dreki. Nonni nær hana Extraljó hins vegar. Ég veit ekki alveg hvort að þetta hafi verið útpælt hjá Magnúsi af því að það eini sem er notað er Gullós. Pínu eins og hann hafi haldið að hafi verið fleiri með honum hana. Já. En þeir bakka fyrir hófnum og bíða eftir tanknum sínum. Já, skiljanlega, hann á að vera fyrstur inn. Já. Kapping nær hann að Stebbo eftir að Stebbo var að hoppa. Hann var bara að flýja burt. En ADHD Ég nær Freyrim og kapping. ADHD er ekki búinn sko. Hann ætlar bara að dreka þetta. Hann sagði Hann bara ekki náði í að dag. Magnúsi. Ekki í dag. Gullós. Þetta er mitt play of the game. Mitt. Ekki þitt. Vælband stelur þessu. Úff. Þetta er sárt. Það er sárt að sjá þetta. Já, þetta er En- sárt að sjá fyrir Mystery sem var bara 20 sekúndur eftir og Eru aðeins komnir 86,32 metra áfram. já, það er nú alltaf ennþá von, eins og ég sagði, þetta er ekki búið fyrir þetta búið, en þetta er, Þetta er stíf fjallslíð þegar við þurfum að klífa hennar. já, það er hent í öll ultimate sem Já. til er í leiknum, ég veit ekki alveg hvað er í gangi. Nei, En Gullós allir nær líka ADHD. Og jötun hérna íta þeim tilbaka. Já, þeir verða samt að halda sér á pilotinu og við erum komið Junkrat í jötun og Extraljó labba bara í trappið. En Gullós nær hana Mystery Vælband. er að taka þetta, þeir eru búin að láta jötun bakka og þau ætla sér að kappa first checkpoint. Já, kapping nær hinn ADHD hann í endan. Og bara nákvæmlega það sem þið þurft að gera til að halda sér í þessum leik. Já, bara halda jötun í skefjum. Þetta getur verið erfitt push hérna upp þessa hæð. Stebbo hins vegar, mér fannst þess að Stebbo hafi pussað aðeins á langt hana en hann var bara á réttum stað. Það var nákvæmlega sem hann ætlaði að vera. Já, kapping hérna að kempa. Já, það er bara Býður eftir hausum. býð eftir hausum sem að eru komnir upp í lofti núna en ekki nógu lengi. Nei, Jötun ætlar núna að íta tvöfaldvaf og Q og stöðva Mystery. hann hafði En einhver vælpast náði næðan hann Extraljó. Kemur Dreki. Vinum satt nær Magnúsi með hjálpa vælpans. Já, Freyrim fellur hann líka, Nonni nær kapping og jötun bara íta þeim tilbaka. já, Jötun bara sagði ég meina, við getum alveg ítt að Q líka og vinni fight sko. Já, þetta var nokkurnu veginn þannig. En okkur veginn. En við erum að sjá núna að Mystery er með næstu því 3 ultimates. Þeir eru með 2 allavega akkurat núna. Widow og Baptiste. Já, Á meðan Jötun er með 1, Daddy 2. jötun er samt að spila þetta mjög vel. Eru bara að bíða á hægrundinu eftir þeim. Þetta var close.
Ég hefði viljað sjá einn haus. Já, Gullos nær ADHD hana. Og Hann Já. nær nonna. Hvílíkt skot. þetta var svo satisfying. Wild Punch hérna einn og það endar bara mjög illa. Já, fyrir hann, já. En Musteri heldur bara áfram að íta og Extra Leo ætlar að reyna að halda Jötun frá því að snerta og stoppa þá. Og það virðist bara eins og Jötun ætluðu sér ekkert að pussa út af. Nei. Þeir ætluðu bara að brjóta hann á skjöld. Þeir falla tilbaka flest allir líka og virðist eins og þeir ætla að halda hann uppi mögulega. Já, Musteri er bara að íta fram. Hér er Extra Leo á móti báðum supportspilurum Jötuns, ná nonna. Og Fær hérna... núna er Extra Leo í vandræðum. Já, hann fær hins vegar hjálpina. Gullos kemur og bjargar honum. Nær hann að Venusat. Þetta heldur bara áfram. Þetta er drifkrafturinn sem að Musteri vantaði áðan. Já. Núna er þetta komið. Það er bara, þeir ná ekki að sitja upp Jötun og það er einmitt það sem þú vilt á þessum mappi. Þú vilt ekki að fólk sittist upp og bíði eftir þér. Nei. Og núna er komið Window og allir út í þessu horni. Hann Extra Leo næst upp og Magnús nær ADHD. Venusat er ekki að fara að lifa þetta af. Ég trúi þið ekki. Já, hann... Magnús nær ADHD. lifði þetta ekki af. Næstu því. Næstu því. Það hefur verið gaman að sjá það. En Wild Punch aftur hérna einn og Capping nær honum að endanum. Já, Musteri er að gera góða hluti hérna þegar ná að bara splitta Jötun í sundur. Þeir ná ekkert að halda liðsheild. Nei. Og það er að virka. Gullos er að leika sér hérna. Kemur dreki. Og í gólfið. Já, náði engum. Var á lélugum stað í rauninni. Já, þetta er alltaf erfitt að miða við frá Spawn. Steppo. En kemur Transcendence frá Sen. Hins vegar eru þeir að bakka svaka mikið. Og frá hverju var Gullos eða ekki? Jú. En oh my... Wild Punch með triple killið. ADHD nær hann að Magnús endanum. Og þá er þetta bara búið. Það er búið. 10 sekúndur eftir. Þetta round er búið af því að enginn hjá Musteri getur snert. Nei. Þeir reyna fara hann á hamsturinn. Þetta var rosalegt. Já. Og þetta verður hins vegar alveg erfitt fyrir Jötun að ná þessu. Algjörlega. Musteri sagði líka bara að við erum ekkert hættir. Nei, þetta verður ekkert létt. Þetta verður ekki létt og ég er alveg viss um það að þeir eru að segja sínum villi að þeir ætla ekki að tapa 3-1 aftur. Nei, það er bara frekar í Game 5 og taka þar. Já. Það er líka bara aðeins að hrista í pottinum, sko. Já. Það er spurning hvort að ég get fengið einhvern tækni til að ná í vatn handa mér. Er það hægt? Annars þarf ég bara að þola þurrkinn. Já, engar breytingar á liðunum. Ekki frá lok. Takk fyrir. Já, takk að mitt líka. Takk fyrir, geggjað. Svo gott að hafa svona þjón. Já. En já, ekki frá lok round 1 allavega. Steppo breytti yfir í Soldier þannig í lokinn og heldur sig við það. Já. Allavega í bili. Í bili. Hins vegar fara núna Jötun að taka og við sáum hversu vel þeir gátu gert það á þarna Paraiso. Paraiso, já. Bara hvort þeir ná að gera það aftur. Sjáum hérna ADHD fær eitthvað skemmtilegt, finnur engan. Þeir búið lói hérna, næra að halda þessu lífi. Capping hérna aftastur að reyna að hoppa og ná einhverjum. Gullos mjög lóðana, næra að halda sér á lífi. Nonni bara hendi volley af boltum í hausinn á honum. Þarna Capping nær nonna en ADHD nær Extra Leo. Capping náði ADHD. Ok, en Jötun er samt að taka... Jesus. Steppo nær hann að 3. Magnús reyrir um hann Capping. Nær hann 4. Hann náði 4. á Gullos. Já. Þetta var mjög vel spilað hjá Steppo.
og Mystery bakkar hérna bara hægrandinn á meðan Jötun ítir. Pínu leiðilegt að það farið svona rosalega aftur. Já, það er Gefa þeim aðeins svo mikið pláss hérna. Skriðþungin verður mjög þungur í þetta skipti. Ég veit ekki, þeir ætla ekki að snerta. Nei, jú, þarna alveg á endanum. Oh my. Stebbo nær, ADHD nær kapping aftur. Gullós nær Stebbo hins vegar. Já, og núna er ADHD með dálítið frítt pláss hérna. Já, en Gullós er ennþá á Hanzo, þannig að hann er að einbeita sér að ná honum. Hins vegar ef að extra Leo fellur, þá ADHD eru náður þeir bara Hreiðrin. búin að ná. Og þar sem að Hreiðrin féll, þá bara Magnús til að híla hann. Og þeir kemur á Extralio. Ég veit ekki mikið, hann er low núna. ADHD kominn aftur. Já, ok, þarna kemur það og Jötun kappa. Já, Gullós nær hins vegar hann ADHD fyrir miðju og Stebbo nær Gullós hins vegar tilbaka. Þannig Stebbo pussar upp. Ætlaði að ná einhverjum? Nei. Nei, hann er svo ætla bara að mikið. halda spacei. Hann hreinlega bara ekki að leyfa Mystery að fara neitt lengra eða stoppa þá þegar þeir eru á leiðinu upp hæðina. En Mystery er allt komið saman aftur. Þeir þurfa að spila þetta mjög vel. Þeir munu örugglega reyna að byrja fætið með dreka. Spurning hvort að þeir eru að reyna að ná einhverju pikki áður en þeir nota drekan. En það kemur Væsur út hjá Stebbo. Nær kapping, en Extralio nær hann að Stebbo. Kemur gluggi, en hann er aðeins svo framarlega. Já, hann er... Magnús var í vondumálum og fekk stein beint í andlitið. En Og samt er Extralio Jötun að mjög low. bakka. Extra Leo þarf, hann er að fá healing frá Sen. Þetta var mjög nálægt í eitt skot og hann hefði dáið. Já, þarna stóð hurð næri hælum. Já, sem maður segir. kapping nær Vælpants og Stebbo. Gullós nær Venusat og Gullós nær líka Nonna. Ok. Mystery er að stabilisa hérna. Já, með 3 mínútur til stefnu og aðeins rétt 12 metra sem að Jötun þurfa að ná hérna. Já. Þetta er æsi spennandi. Kapping nær Stebbo hana. ADHD! Wow! Sjá þetta. Wow! Að geta skotið í gegnum þetta. Er hann í alvörunni að skjóta gegnum þessa píku litlu rifu? Nei, það getur ekki verið að hann hafi náðum báðum í gegnum þessa rifu. Nei. Eða hvað? Vondi. Stebbo Stebbo nær honum hana. Aðeins of lengi á sama stað. Og núna ætlar Jötun áfram. En Þar kemur drekinn. Nær engum. nær hins vegar að kötta Vælpant frá. En ADHD snæpar Extralio í loftinu sínu. Núna er Jötun bara Nonni nær Hreiðrin, taka ADHD nær rest. kapping. Já, Og já. Stebbo pikkar Gullós hana. Núna reynir Magnús bara að lifa af en mér sýnist það örugglega ekki fara að gerast. Hann nær því með hjálp Extralio hana. Já. En Stebbo er að elta þá. Elta uppi, hann er að þefa þá uppi. Þefa það uppi. En þeir vita af honum Já. og hann er í vondumálum. Núna er hann í hann ber út af! Hann hoppar út af. Hann fattaði að hann var komin aðeins og langt. Og kapping tekur ADHD. Þetta er það sem ég elska við þessa snæpera er að þú getur séð hvað sem er gerast. Þeir geta verið upp við einhvern og kapping nær Stebbo hana. Eins og þarna, maður bara Já. býst ekki við neinu og allt í hennu kemur eitthvað random pick. Já. Hann sér hann hana. Nonni nær Gullós. Ég er orðlaus. Þetta var rosalegt skot hjá honum. Nonni nær einmitt Gullós hana. Andanum mínum. Þetta var svo fallegt. Þetta flipp og tackle Væsurinn en Zenyatta með ultið sitt líka. Nákvæmlega saman tíma og Trans kom út. Og núna íta allir á Q. Og það virkar. Og núna er Mystery
í vandræðum. Vondum málum hérna. Náðir að snerti þetta. Nei, 82. Nei. Þeir voru aftur endurtekning. Endurtekning. 3-1 aftur. Já. Og við Og fáum sjáum Wild game. Pants. Já. Fá play of game. Það sem hann hendur í flux. Já, nær hana Triple. triple killinu. Akkurat. Þetta var mjög fallegt. Þetta var mjög fallegt. Úff. Já. Þetta Tekning hér. endurtekning en samt æsispendi leikir. Já, Bæðilega áttu í rauninni jafn mikinn séns á þessu öllum. algjörlega. Bara Kannski fyrir utan hvað Paraíso. Paraíso, það var bara Það því mér var bara Jötun valdi mappið og greinilega Jötun gerði það sem Jötun gera. gera það sem Jötun gera, nákvæmlega. Og já, mér langaði svo mikið að sjá Redemption. Já. Ekki endilega sigur, en þú veist, Allavega Game 5, það hefði Allavega verið svo Game 5. fallegt. akkurat. Og Bara- við erum allavega að fara að fá meðlim Mysteries í viðtal. Já, Hann Hreyrim er á Hreyrim. leiðin til okkar, frábær. Hreiðar, fyrirliði Mysteries. Já, Og má endilega bara koma hingað og tala við okkur núna ef hann vill. Ef hann er í stuði. Nei. Svona. Nei, þú ert ekki í stuði, ég ætla að fara hann burt. er ekki í stuði. Ég ætla að vera með þetta tilbúið hérna. Já. Við ætlum aðeins að... Takk okkur stutt lið og Já. við verðum þá bara komin aftur til að taka viðtal við hann. Já, Sjáumst eftir smástund. ekki fara neitt. Við að byrja viðtalið við fyrirlega Mysteries. Já. Þannig að velkomin og þetta var góður leikur en bara ekki nóg. Þetta var fínt. Þetta var fínt. Já, hvað, ég gíska að stemmingin er kannski ekki alveg það sem þið vilduð. Njá, við vorum samt, það var orðið helviti heitt þarna inni í þriðja sko. Já. Fjóraða maður fyrir. Skilða mjög vel, þetta var vel barist hjá okkur þó að þið hafi ekki náð þessu. Þá var þetta mjög tæft. Þetta allavega. voru tæpir leikir. Já, þetta var vel spilað hjá þeim sko. Já, Alltaf í síðustu fætunum að henda allt í einu bara einhverjum 5 últum í okkur. já, Já, það það var mjög erfitt að ná að skilja hvað var í gangi. Við vorum rosa duglegir að passa að nota að sækla últunum okkur vel. Já. Og svo alltaf í síðasta fætunum þá byrtast bara allt í einu 5 últ sem var bara, ok, þetta gerist. Já. Já, það er ekki mikið hægt að gera gegn því miður. Þegar það er bara svona hent öllu á mann. Hvað fannst þér ganga svona verst á þessum þreim uppum, Paraíso, Esperanza og Circuit, bara svona Steppo, Steppo, já. Já, eitt leikmaður, Já. Steppo. já, En jú, það spilaði þetta allir mjög vel en Steppo var greinilega langbestur sko. já. Hann var erfiðastur fyrir ykkur allavega, það var klárt. Það er svona þeir eru út með fyrirverandi úrvalsdeildarleikmann. Já, Tja, það er erfitt að díla við það, en alls ekki ómögulegt Nei. allavega. Nei, við fengum hann kapping inn og þá þurfti hann alltaf inn að fara að spila eitthvað annað. Já. já. Mér fannst allavega að standa ykkur vel að halda í við Jötun, svo sannarlega. Sérstaklega með þennan leikmenn sem þú nefndir, Steppo. Mér fannst það alveg ná ykkur að strik, það er náttúrulega bara Jötun fann bara einhvern drifkraft og ítti bara tvöfalt áfram. Já, ég veit líka alveg hvað við gerðum vitlaust eins og Esperanza og eitthvað en það er bara eitthvað sem þarf að vinnur. Já, algjörlega. Hvað fannst þið eins og að ganga svona best á Nepal, þar sem þið tókuð? Nepal, Já, bara við vorum að spila hraðar. Já. Það er bara eina staðan, við vorum að spila hraðar og unnum. Já. Jú, og á Village þá pössuðu okkur bara að Steppo fengi ekki LOS, þannig að því að þá voru þetta bara 5-3. Já. Jú, akkurat. Og það allavega var mjög flott mapp fannst mér sko. Ég allavega naut þess mjög mikið að horfa á Nepal og Esperanza. já. Og Circle Royale líka, mér fannst mjög gaman að sjá þessi Snipe koma inn, bara, já. Já, þarna Kapping er náttúrulega með Counter-Strike aimið, þannig já, Já. hann er Vito Demon sko. já. Ok, geggjum. En það var þetta
þetta var rosalega mikið long range map en ekki náðan pikkunum þessum tveim í gegnum þessa litla hólu, ekki var hann þar Nei. þegar hann náði þessu. Var hann í Getur ekki alvörinu að gæjast í gegn gerist. undir? Já, heyrðu. Já, ok, heyrðu. Svo mér langaði mig bara að spyrja þig, þú veist, MVP kannski í ykkar liði. Okkar, Já. erfitt að gefa bara einum sko. Já, þú mátt alveg gefa fleiri neymum. Bara helst ekki öllum. Já, Þú veist, ég það er of ég mikið. veit að allir eru geggjaði spilarar, en þetta er bara svona yfir í heildina á þessum. Ok, þá langar mig að gefa annars vegar Einari Spervin, þjálfara.